Mannfall í Úkraínu hefur ekki verið meira síðan stríðið braust fyrst út. Forseti Úkraínu neitar að halda kosningar fyrir stríðslok eins og fyrrverandi ráðherra hefur krafist. Forsvarsmenn nýsköpunarfyrirtækja greinir á það hversu vel Evrópusambandið hendar nýjum fyrirtækjum. Einn segir duga að vera í EES en annar að evran sé eftirsóknarverð. Heyskap að ljúka þetta sumarið og spretta hefur verið góð víða land. Bændur á Norðurlandi eru alsælir með hlýindin og heyfengin. Steinn Ármann Magnússon látinn, 61 árs að aldri. Hann var í hópi brautryðjenda í íslensku gríni á 10. áratugnum og á langan leiklistarferil að baki. Það taka allir hressilega undir þegar nýræður harmonikuleikari þenur nikkuna. Hann segir ekkert skemmtilegri en að fá hópa af leikskólabörnum í heimsókn. Gott kvöld. Forseti Úkraínu hafnar tilmælum fyrrverandi varnarmálaráðherra landsins að boða til kosninga sem fyrst. Slíkt geti klofið þjóðina. Ráðherrann fyrrverandi ítrekar þó kröfur sínar. Árásir halda stöðugt áfram og mannfall hefur ekki verið meira síðan í maí 2022. Úkraínumenn héldu upp á þjóðhátíðardaginn sinn í dag. Meðal gesta voru leiðtogar frá Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum sem forsetinn þakkaði fyrir stuðninginn. And we have not only deals, not only papers, we have real instruments and we have already real results. Fyrr daginn var haft eftir Zelenski að ef farið yrði í kosningar eins og Mikhailo Fedorov, fyrrverandi varnarmálaráðherra hans, hefur krafist, sé hætta á að það kljúfi þjóðina. Fedorov ítrekkaði þó kröfu sína í viðtali við BBC í dag. Я хочу, щоб війна закінчилася і Україна стала успішною країною. Тому це в цьому плані це в моїх інтересах. Але звичайно, що це в інтересах, напевно, кожного українця. Á meðan ekkert lát á árásum. Rússar gerðu árás á verslunarmiðstöð í Kryvyi Rih, fæðingaborg Zelenskís, í fyrrinótt. Minnst 16 voru drepnir. Позаду мене стався вибух, мене взривною волною відкинуло, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін. 13 létust í öðrum árásum á Úkraínu í fyrrinótt. Í nótt voru líka gerðar árásir en ekki vitað mannfall í þeim. Samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna voru minnst 437 óbreyttir borgarar drepnir í Úkraínu í júlí og yfir 2600 særðir. Þetta mesta mannfallið í Úkraínu frá því í maí 2022 á 4. mánuði stríðsins. Árásirnar hafa áfram verið stöðugar það sem af þessum mánuði. Hingað heim, fjármálaráðherra telur að hækkun virðisaukaskatts á baðlón skili ríkissjóði 3 til 4 milljörðum króna á ári. Aðgerðin hafi einhver neikvæð áhrif en sé þó réttlætanleg. Samtök ferðaþjónustunnar hafa gagnrýnt harðlega nýlega áform fjármála- og efnahagsráðherra að hækka virðisaukaskatt á aðgang að baðlónum úr 11% í 24%. Samtökin telja þetta brot á fyrri yfirlýsingum stjórnvalda að ekki yrði hækkaður virðisaukaskattur á ferðaþjónustu. Fjármálaráðherra segir það ekki koma á óvart að forsvarsmenn baðlóna láti í sér heyra og kvarti þegar sérmeðferð sem þeirra við notu góðs af sé afnumin. Það ákveðin starfsemi sem að Íslendingar eru sammála að fjármagna og þjónusta sem ríki og sveitarfélög veita og það þá með einhverjum hætti okkar verkefni að velja minnst skaðlegu leiðirnar til þess að gera það og það okkar mat að þetta sé breyting sem að sé skynsamleg. Samtök ferðaþjónustunnar kalla sérstaklega eftir því að hætt verði við skattahækkunina og segja að hún muni hækka verð til gesta, veikja samkeppnishæfni baðlóna og ferðaþjónustunnar í heild og draga úr fjárfestingum og frekari uppbyggingu. Niðurstaða okkar að þarna sé aðgerð að ræða sem að auðvitað hefur hún einhver neikvæð áhrif en að þau séu réttlætanleg. Þetta ein af þeim sérstöðum sem Ísland býður upp á. Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún dýr. Þetta ákveðin lúxus og iðulega það nú þannig að þannig vörur hægt að skattleggja án þess að neikvæð áhrifin séu umtalsverð. En hvað skilar þetta ríkissjóði? 3 til 4 milljörðum.
Forsvarsmenn nýsköpunarfyrirtækja greinir á hvort aðild að Evrópusambandinu styrki samkeppnisstöðu þeirra eða bæti við óþarfa regluverki. 6 dagar eru þar til þjóðin greiðir atkvæði hvort aðildarviðræður við ESB verði hafnar að nýju. Innan atvinnulífsins eru skiptar skoðanir á því hvort regluverk sambandsins væri til góða eður ei. Heilt yfir vilja hagkerfi hafa verðmæt fyrirtæki í sínu hagkerfi. Það gengur ekki vel í Evrópusambandinu og það gengur heldur ekki vel að búa til ný fyrirtæki. Hilmar bendir á að fyrir 10 árum hafi helmingur stærstu fyrirtækja heims verið í Evrópu. Núna séu þau 16% sem rekja megi til flókins regluverks. Það sem hins vegar er gott að þetta er regluverk sem að fólk í alþjóðlegum viðskiptum þekkir. Þannig að þegar það er verið að gera samninga við íslensk fyrirtæki og við getum sagt vera evrópskt fyrirtæki undir evrópskum hatti, þá vita fyrirtæki að hverju þau ganga og fjárfestar þegar þau ganga til samninga við íslensk fyrirtæki. Hjálmar segir að traust í viðskiptum við íslensk fyrirtæki sé í húfi. Ísland hefur verið aðili að EES-samningnum síðan 1992 og tekur með honum þátt í innri markaði Evrópu. Hilmar segir EES-samningin vera nóg. Það að vera þarna rétt fyrir utan þetta skrifræði og taka þetta inn á okkar einn forsendu með mögulegri aðlögun og þá sérstaklega þurfum við ekki að gera það strax. Við getum líka bara aðeins séð hvernig þetta gengur hjá þeim og held yfir gengur þetta ekki vel. Og svo er það spurning gjaldmiðilinn. Með aðild að Evrópusambandinu gæti Ísland tekið upp evru. Evran er í rauninni það sem nýsköpunarfyrirtæki ættu helst að vera að sækjast eftir. Það fylgir því ákveðin kostnaður að vera með útgjöld í öðrum gjaldmiðli heldur en tekjur og að vera sífellt að skipta á milli gjaldmiðla og evran myndi koma okkur inn í umhverfið þar sem er í stór hluti viðskipta margra fyrirtæki eru þó bara í sama gjaldmiðli og þeirra útgjöld. Við höfum bara ekki að gangi þetta hnignunarbandalag, fínt að vera í EES. Ef að spurningin snýrist eingöngu hvað er gott fyrir nýsköpunarfyrirtæki, þá held ég að svarið veri einfalt. Við myndum vilja ganga í Evrópusambandið. 3 menn 20 voru handteknir á menningarnótt fyrir líkamsárás með hnífum og hnúajárnum. Sá sem varð fyrir árásinni var fluttur á spítala til aðhlynningar. Áverkar hans reyndust ekki alvarlegir. Lögregla hafði afskipt af hátt í 40 unglingum vegna áfengisneyslu og haft var samband við foreldra þeirra. 2 skemmtistöðum var lokað vegna fjölda gesta sem reyndust undir lögaldri. Jóhann Karl Þórisson, aðstoðaryfirlögregluþjónn, segir drykkju unglinga að færast í aukana og því hafi eftirlit verið eflt. Auk göngu og hjólahópa hafi drónar verið settir á loft til að koma auga á hópamyndanir. 50.000 manns kröfðust frekari aðgerða í loftslagsmálum í mótmælagöngu í Stokkhólmi í dag. Yfirvöld voru meðal annars gagnrýnd fyrir að hafa lækkað bensínskatta og dregið úr kröfum minna kolefnisinnihald hjá byrgjum. 280 samtök stóðu fyrir mótmælunum og aðstandendur segja að það hafi verið metþátttaka. Greta Thunberg, hinn heimsþekkti sænski aðgerðasinni í loftslagsmálum, var á meðal ræðumanna og var mjög gagnrýnin á það hversu lítið stjórnvöld hefðu gert. Kosið verður í Svíþjóð eftir 3 vikur. Skydda Sverige står det på valaffischer runt hela landet som kommer från samma rasistiska politiker som utan att blinka säljer till och med sina egna barns framtid. Allt för att maximera kortsiktig ekonomisk vinst och makt. Så här hit har det kommit då över 50 000 personer. Det är från norr till söder, från hela landet som har samlats här för att skicka en tydlig signal till hela samhället och till våra politiker att nu är det dags att agera för klimatet. Steinn Ármann Magnússon leikari er látin, 61 árs að aldri. Hann vakti fyrst athygli sem annar radíusbræðra og naut mikilla vinsælda sem leikari og grínisti. Steinn Ármann fæddist 28. október 1964 og lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Hann lætur eftir sig eiginkonu Jenníu Berglindi Rúnarsdóttur og 2 syni. Steinn Ármann lauk námi við Leiklistarskóla Íslands árið 1989. Hann lék í fjölda sjónvarpsþátta, leikrita og kvikmynda, til dæmis Radíus, Limbó, Veggfóðri, Latabæ, Hross í oss og Ófærð. Vinur minn á þennan bæ, ekki þú. Hvað ætlar að gera, Ásgeir minn? Handtak okkur öll. Steinn Ármann var fjölhæfur, vann lengi sem dagskrárgerðarmaður og lék líka á bassa með hljómsveitinni Kátum piltum frá Hafnarfirði. Í kringum aldamótin vann hann hug og hjörtu barna allt land sem kötturinn Keli í stundinu okkar. Hann var þarna undir borðinu og ég ætla ekki að segja ykkur hvað hann var með hendina.
þið eruð ekki svo ólíkir, þú og Keli. Við erum mjög líkir, bæði í útliti og innrændi, sko. Rödd hans hefur lengi ómað á heimilum landsmanna en hann talsetti ógrynni teiknimynda og barnaefnis. Steinn Ármann þó einna þekktastur fyrir að vera annar helmingur Green-tvíeykisins Radiusbræðra ásamt Davíð Þór Jónsssyni. Vinskapur þeirra varði í áratugi. Já, þú ert semst að segja mér að þarna upp úr dönsku fenjónum hafi verið grafin minns menns af trefl. Já, ekki úr fenjónum, upp úr einni ákveðinni fenj var grafin þessi minns. Já, og í þessari minns, í þessari fenj kom í ljós að víkingar voru klyfjaðir af þessari trefl, eða hvað? Ekki klyfjaðir, nei, en það fannst ein klyfj í þessari einu fenj. Ein klyfj? Já. Þú ert sem sagt, það sem þú ert að segja mér hér er að í danskri fenj það hefur fundist klyfj sem minns menns af trefl. Já, í grófum dráttum, já. Steinn Ármann horfði björtum augum til framtíðar í viðtali þegar hann var í leiklistaskólanum fyrir heimildamyndina Ungir Íslendingar. Lífsgæðakapphlaupið. Ég legg nú ekki mikið upp úr því að eiga eitthvað stórt og mikið, bara svona einhverja holu. Ég meina, ég kvíði ekki sérstaklega fyrir því. Ég hugsa, ég geti þetta alveg. Ég meina, ef ég harpa hans slær, þá fer ég bara að sjóna. Steinn, hefur þér eitthvað lífsmóttó? Sko, Freyr, aðalmálið er að vera töffari. Punktur og basta. Bændur víða land að ljúka heyskap. Spretta hefur verið góð nær allt land í sumarinn. Hlýindi komu bændum austan og norðanlands vel. Fáir horfa eins stíft á veðurkortin frá því að gróður byrjar að grænka og fram á haust og bændur. Á stuttu íslensku sumri skiptir öllu að fá væna uppskeru af góðu heyi, gras spretti vel og ekki sé of blautt. Hermann sauðfjár- og kúabóndi í Þingeyjarsveit þar sem heyfengur var góður. Það verið frekar hlýtt sumar og var mjög góð spretta og uppskeran hjá mér eða okkur var svona 15-20% meira á hverju túni en venjulega ársverði. Þá skiptir fjöldinn í rúllustæðunni miklu máli. Það þarf að eiga nóg af næringu ofan í búpenningin yfir veturinn. 390 rúmlega eftir sumarið. Það er svona meira lagi fyrir ykkur, er það ekki? Það er með til okkur, en náttúrulega ekkert mjög mikið með marga stærri bændur, sko. Aðrir bændur norðan heiða eru ánægðir með brakandi blíðu sem hefur skilað góðu heyi. Á Austurlandi eru bændur líka kátir. Þar blésu hlýir vindar í sumar fagur grænt gras sem auðvelt var að þurrka. Sums staðar hefði þó mátt vera ögn meiri væta, á stöku staðir eru brunablettir eftir sólskinið. Á Vesturlandi hefur gengið upp og ofan af sögn bænda. Þeir sem náðu fyrsta slætti snemma fengu ágætis hey en hjá öðrum rigndi nær linnulaust í 3 vikur og grasið var orðið úr sér sprottið þegar loks var hægt að slá. Á Suðurlandi hefur gengið þokkalega að heyja en bleita hefur þó líka verið til vandræða. Og allt öðru. Tiangong Ultra sló í dag heimsmetið í 100 metra hlaupi karla. Þetta gerðist á keppnisleikum vélmenna sem eru hluti af ráðstefnum þessa tækni í Peking í Kína. Vélmennið kom í mark á 9,39 sekúndum, tæplega 2/10 úr sekúndu undir heimsmeti Usains Bolt. Þar sem Tiangong Ultra er ekki karl, heldur Bolt metinu. Vélmennin slógu einnig gildandi heimsmet í hástökki og náðu prýðilegum árangri í öðrum greinum, þó að öðru hverju sæist að sum eigi nokkuð í land með að ná bestu íþróttamönnum heims. Níræður garðbæingur veit ekkert skemmtilegri en að spila á harmonikuna fyrir hópa leikskólabarna. Þau eru forvitin nikkuna og taka hressilega undir. Já, það var mikið stemmikennd í Garðabænum þegar leikskólabörnin komu og heimsóttu harmonikuleikarann sem er nýorðinn 90 ára gamall. Ég spila fyrir þau nokkuð lög á harmonikuna og þau syngja og þá skemmtum við okkur öll saman.
Það sko flott, það þá flott að vera. Alltaf gaman að gera eitthvað svona nýtt. Ég hef ekki séð þetta gert áður hjá neinum. Þannig að mér langar til að gera eitthvað svona sem er alveg nýtt. Og starfsmenn leikskólans voru mjög ánægðir með framtakið og færðu Sigurði gjöf í þakklætisskyni. Búin að æfa ykkur lengi fyrir heimsóknina að syngja á svona? Já, við erum alltaf að syngja bara með þeim og erum að æfa að syngja hátt og skýrt náttúrulega. Og þetta er á aldrinum 3 til 5 ára? Já. Það er stelpur og strákar. Og hvað haldið þið? Vilhjálmur Freyr Stefánsson sem aðeins 7 ára spilar á harmonikku eins og langafi hans og hann spilaði afmælissönginn í tilefni af 90 ára afmæli Sigurðar á dögunum. Það var veðri. Suðaustan og austan 8 til 15 á morgun en norðlægari vestan til. Rigning víða land talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en þurrt fram eftir mótni fyrir norðan. Suðvestlægari og styttir smám saman upp seinnipartinn en áfram rigning á Vestfjörðum. Hiti 8 til 15 stig og nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. KSÍ sendi í dag ásamt hinum knattspyrnusamböndum Norðurlandanna frá sér yfirlýsingu þar sem þau segjast ekki lengur treysta Gianni Infantino, forseta FIFA. Þau vilja gera úttekt á stjórnarháttum sambandsins. Franska tvendarliðið í badminton varð í dag heimsmeistari í fyrsta skipti í sögunni. Tinna Helgadóttir þjálfar liðið. Evrópumótið í áhaldafimleikum kláraðist í dag. Við kíkjum á bestu deildinni í fótbolta, ensku úrvalsdeildina og fleira í íþróttum kvöldsins. Það var helst í þessum fréttatíma að mannfall í Úkraínu hefur ekki verið meira síðan stríðið braust fyrst út. Forseti Úkraínu neitar að halda kosningar fyrir stríðslok eins og fyrrverandi ráðherra hefur krafist. Forsvarsmenn nýsköpunarfyrirtækja greinir á það hversu vel Evrópusambandið hentar nýjum fyrirtækjum. Einn segir duga verið í EES en annar að evran sé eftirsóknarverð. Heyskap er að ljúka þetta sumarið og spretta hefur verið góð víða land. Bændur á Norðurlandi eru alsælir með hlýindin og heyfengin. Steinn Ármann Magnússon er látinn, 61 árs að aldri. Hann var í hópi brautryðjenda í íslensku gríni á 10. áratugnum og á langan leiklistarferil að baki. Það taka allir hressilega undir þegar nýræður harmonikuleikari þenur nikkuna. Hann segir ekkert skemmtilegri en að fá hóp af leikskólabörnum í heimsókn. Það var þessi fréttatíma á enda. Við verðum næst í útvarpinu klukkan 10 og svo RÚV.is allan sólarhringinn. En í gær var menningarnótt í Reykjavík og við ætlum að kveðja ykkur með lokaatriði Tónaflóðs. Páll Óskar og Benni Hem fluttu þjóðinni lag sitt til að minna á að hvert og eitt okkar er eitt af blómunum. Verið sæl, takk fyrir samfylgdina um helgina. Á RÚV í kvöld. Perlur sjónvarpsins. Í safni sjónvarpsins er að finna efni allt frá stofnun þess, en sjónvarpið hefur fylgt þjóðinni í 60 ár.
Helga Lára Þorsteinsdóttir og Viktoría Hermannsdóttir demba sér á kaf í safnkostin og sýna þjóðinni valda gullmóla. Í fyrsta þætti er fjallað börn.